Norðlenska nautakjötið, uppskrift á góðu kvöldi. Það hefur oft reynst frumkvöðlum fjötrum fót að koma sér upp aðstöðu, leggja í mikinn stoppkostnað og komast svo kannski að því að vörurnar sem átt að þróa og selja stóðust ekki kröfur, væntingar eða náðu ekki augum markaðarins. Víðum heim eru starfandi svokallaðar matarsmiðjur sem bjóða frumkvöðlum og smáframleiðendum þjónustu eins og ráðgjöf, vinnslu aðstöðu og námskeið og voru slíkar smiðjur settar á laggirnar hér á nokkrum stöðum árin 2012 og 2013. Landshlutanefnd fyrir Norðvesturland ákvað að nýta þá fjármuni sem hún fekk úthlutað frá ríkinu til að fjölga atvinnutækifærum og að efla fjárfestingu á Norðvesturlandi og kom upp vörusmiðju í tengslum við sjávarlíftæknisetri Biopól á Skagaströnd. Vörusmiðjan í raun og veru vottað vinnslurými fyrir smáframleiðendur til að koma og vinna að sinni vöru og í raun og veru hægt að vinna hvaða matvöru sem hérna. Á einnig að nota til þess að ef þú vilt vera með námskeið eða veislur. Þannig að í raun og veru þannig að rýmið vottað. Þannig að eina sem að viðskiptavinurinn okkar þarf að hafa að koma og hafa í raun og leyfi til þess að framleiða. Vörusmiðjan í raun og veru til þess að binda okkur ekki bara við að hér séu framleiddar matvörur sem þá vörur sem fara á markað heldur eins og ég nefndi áðan að það má koma og útbúa veislu og fara með hann úr húsi. Það má koma og baka og halda námskeið. Það má búa til úr þessu hráefni eins og sápur og aðra snyrtivörur því að öll vinnsla innanhús skipt í tíma. Að gera svona vottað vinnslurými sem hefur allt til alls kostar rosalega mikið. Þannig að þetta tækifæri fyrir fólk að koma og pröfa sig áfram og getur þá pröfað sér svolítið pröfað markaðinn, hvort að varan virki án þess að fara sjálft út í stórar fjárfestingar í húsnæði. Og þannig að fólk getur tekið fyrstu skrefin. Hérna hægt að framleiða líka. Þannig að fólk getur svolítið valið hvort að dvelji lengur við eftir að þeir eru kannski búin að þróa vöruna og komin á markað. Þannig að ef að þeim sýnist svo að það henti þeim að framleiða hér, þá það meira en velkomið. En ef að framleiðslan verður mjög stór, þá náttúrulega springur húsnæðið og þá komið að því að taka næstu skref í því. Þannig að ég myndi segja að svona vottað vinnslurými kæmi sér mjög vel einmitt í þessum fyrstu skrefum. Þannig að það mjög gaman að fylgjast með því hvað mikið að gerast í huganum hjá fólki sem hefur komið hingað með það að skapa nýja vöru og skapa sér sérstöðu og bjóða eitthvað annað heldur en það sem hefur verið í boði. Og þá bæði í lambakjöti, geitakjöti, það eina að koma og pröfa að vinna með fisk. Þannig að það mjög skemmtilegt. Með vörusmiðjunni gefst bændum til dæmis kostur á að auka verðgildi frumframleiðslunnar og fjölga störfum á svæðinu. Þetta var búið að bíða eiginlega bara eftir því að ég kemst í það. Því að ég hef búin að vera að selja kjötbeint frá býli í nokkur ár og mér langaði til þess að gera meira heldur en að bara láta saga það niður í sláturhúsinu, pakka þessu og selja þetta til neytenda. En ég hafði enga aðstöðu og ekki peninga heldur til þess að búa mér til aðstöðu. Og þannig að þetta kom bara eins og köllun til mín til þess að geta gengið skrefi lengra og boðið fólki eitthvað annað heldur en þetta venjulega. Sérstaðan liggur meðal annars í að Sigrún býður upp á kiðlingakjöt, en markaður fyrir það? Já, það markaður fyrir það og það sem meira að við þurfum að kenna svolítið fólki að borða það. Fólk svolítið hrætt við það því að
það hefur kannski smakkað erlenda osta sem eru með mjög sterku geitabragði og búast við samskonar bragði af kjötinu. En það alls ekki. Þetta mjög keimlíkt lambakjöti og ekkert svona framandi bragð sem maður ætti að hræðast. Þetta bara rosalega gott. Ég líka með svona sveitabúð eða verslun og galleri heima hjá mér og þar get ég þá boðið eitthvað svona meira. Ég get boðið fólki sem kannski á ferðinni, 2 saman, get boðið pakningu með kjöti sem passar bara einu sinni í matinn og þú þarft að geta að fara í búðina og kaupa tonna kryddi til þess að krydda. Þú getur bara tekið kjötið, farið með heim, eldað og borðað. En hvað færðu hér í þessari vörusmiðju sem þú þá fékkst ekki heima hjá þér? Það náttúrulega bara þessi dásamlega aðstæða, tæplega 90 fermetrar af vottuðu svæði. Það hafði ég alls ekki heima hjá mér og alls ekki þetta rými heldur og öll þessi tæki, það er sög og vakuumpökkunarvél og farsvél og hakkavél og þessir ofnar, reykofn og bakarofn og pönnur og það er svo rosalega mikið sem ég fæ hér og fyrst og fremst náttúrulega þetta svæði sem maður þarf að hafa vottun til þess að geta selt vöruna sína. Ég sé ekki fyrir mér að ég hafi bolmagn til þess að búa mér svona flott svæði. Ég að reyndar klukkutíma að keyra aðra leiðina en mér finnst þetta svo mikilvægt og ég svo sannfærð að þetta sé það sem að koma skal að ég legg það á mig. En hvaða framtíðamöguleika á svona vörusmiðja? Eftir því sem að fleiri nota vörusmiðjuna, því meira verður að vera og meira sem skapast á svæðinu sem að styður hvort annað. Þannig að eftir því sem að verður meira búið til af skemmtilegum vörum hérna á Norðurlandi vestra, þá segi ég já, þá á hún mikla möguleika vörusmiðja. En er hún bara fyrir þá sem hafa lögheimili á Norðurlandi vestra? Nei, aldeilis ekki. Fólk getur komið hvaðana sem á landinu og komið til okkar og unnið að sinni vöru og sinni þróun eða þeirri hugmynd sem þau unna. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.